Staðan í dag svipuð og hún hefur verið undanfarna daga. Smám saman dregur úr jarðskjálftavirkni og sömuleiðis dregur úr hraða aflögunar. Með öðrum orðum, við mælum færri og smærri skjálfta í tengslu við kvikuganginn með hverjum degi sem líður. Kvikugangurinn heldur samt áfram að víkka og dýpka, en víkkar og dýpkar minna síðastliðinn sólarhring en sólarhringana þar á undan. Þessi minnkandi virkni bendir til að kvikan sé komin mjög ofarlega í jarðskorpuna, þar sem hún þegar orðið mjög brotin og hreinlega þurfi ekki mikil átök til að kvikan komist til yfirborðs. Þessar mælingar bæði á minnkandi aflögun og jarðskjálftavirkni eru ekki ósvipaðar þeim sem við sáum skömmu fyrir gosið 19. mars 2021 og reyndar fyrir önnur gos í Fagradalsfjalli líka. Á meðan að líkanreikningar benda enn til að kvika flæði í kvikuganginn, þá verða að teljast líklegt að það gjósi og að þessar auknu líkur muni vara að minnstakosti næstu daga. Gögnin benda til að mesta víkkun á ganginum sé miðbik hans eða á svæðinu vestan við Hagafell. Vísindafólk telur að þetta svæði sé líklegast upptakastaður eldgoss. En það þó samt í raun allur kvikugangurinn sem liggur þarna undir. Afleiðingar slíks goss fara eftir stærð þess og það erfitt að spá. Enn fremur nákvæmur upptakastaður forsenda þess að hægt sé að spá fyrir hraunflæði. En komi upp hraun á umræddu svæði getur það flætt í átt að Svartsengi, Grindavík, en einnig í norður og austurátt. Allt eftir því hvar nákvæmlega hraun kemur upp. Við erum ennþá í miðri atburðarás af allmörgum á Reykjanesskaganum síðustu 3 ár. Þessi atburðarás sem við erum í núna hófst rétt upp úr miðjum október með landrisinu við Þorbjörn en tók svo nýja stefnu síðastliðinn föstudag 10. nóvember þegar skjálftar fóru að mælast við Sundhnúkagiga. Svo voru fyrirboðar þessara miklu umbrota sem fylgdu myndun kvikugangsins sem einhver hraðasti atburður sem við séð í 30 ára mælingasögu. Ég held að okkur öllum sé það ljóst að þessum umbrotum á Reykjanesskaga hafa fylgt miklar áskoranir fyrir íbúa, viðbragðsaðila og vísindafólk. Við þurfum að takast á við þetta af yfirvegun og beita allri okkar þekkingu og tækni til að túlka mælingar og gögn svo fólk sé ekki hættu og til þess að reyna að verja mikilvæga innviði. Þess vegna teljum við vísindafólk að það sé mikilvægast á þessum tímapunkti að átta okkur á því hvar líklegast að kvikan getur komið upp og fylgjast vel með þessum merkjum það til að vara við yfirvofandi hættu frekar en að horfa langt fram í tíman. En til þess að fá okkur hugmyndum lengd atburða eða hver þróunin gæti orðið, þá getum við horft til fyrsta gossins við Fagradalsfjall sem stóði yfir í 6 mánuði. Og ef við horfum til sögu jarðhræringa á Reykjanesskaganum, þá höfum við bent á að þar að finna dæmi virk tímabil með ítrekuðum eldgosum sem ná yfir áratugi. Við verðum að reikna með því að sá tími sem það tekur fyrir jörðina að jafna sig eftir þennan atburð sé ykkur hlutfalli við umfang umbrotana. Þrátt fyrir mikla tækni og sífellt aukna þekkingu í jarðvísindum, þá tekst náttúrunni ennþá að koma okkur á óvart.